Komið sæl. Þá erum við komin í kaflan sem heitir gildistafla og graf. Gröf eru stór hluti af algebru, þannig að við ætlum að fara að skoða þau aðeins betur núna. Og gildistafla er eitthvað sem er notað til þess að teikna upp gröf. Við byrjum aðeins á að rifja upp hnitakerfi. Ég gerir ráð fyrir að þið þekkið hnit og hnitakerfi eitthvað, en ágætt að skoða það frá byrjun. Punktarnir sem hérna eru merktir A til D, þeir eru staðsettir í það sem kallast hnitakerfi. Hnitakerfi er sem sagt þessi hluti hér, og síðan þegar punktarnir eru staðsettir þá er þeir skrifaðir upp með hnitum. Þess vegna er þetta hnitakerfi. En upphafspunktur, það sem allt er miðað við, og er eiginlega svona byrjunarpunktur í hnitakerfinu, það er þessi punktur sem örinn bendir á, og hann kallast 0,0, sem þýðir að við einfaldlega, ef við erum staðsett í þeim punkti, þá færist við ekkert til hliðar og ekkert upp eða niður. Þá erum við stödd í þessum punkti hér, sem kallast 0,0 eða er upphafspunkturinn. Hnitin eru síðan gefin upp innan svona sviga, og það er þannig að fyrirtalan segir hversu mikið við ferðumst til hægri eða vinstri eftir x-ás. Ásefnir eða línurnar hérna kallast x-ás annars vegar, lárétta línan, og lóðrétta línan kallast y-ás. Það er það sem miðað er við þegar við tölum færslu eftir x eða y-ás. En sem sagt, hniti gefið upp í sviga, og fyrri talan segir hvað ég færist mikið til hliðar, aftari talan, sem myndi það að vera 2 í þessu dæmi hér, og hún segir hversu mikið ég fer upp eða niður. Og þið getur líka séð að ef við erum að ferðast frá upphafspunktinum, annarkvort til hægri eða upp, þá er talan alltaf jákvæð, en ef við förum til vinstri eða niður í hnitakerfinu, þá er talan neikvæð eða negatív talan. Kíkjum bara á nokkur dæmi. Hérna erum við með 4 punkta, og ef við ætlum að skrá hnit fyrir punktana A, B, C og D, þá myndum við byrja út frá upphafspunkti að skoða hvað færist við mikið til hliðar, og þar teljum við 5 reiti til hliðar, 1, 2, 3, 4, 5, og svo myndi ég aðtöga hvað færist við mikið upp, og það er 1, 2, 3 punktar, og þess vegna er hnitið A táknað 5,3, 5 til hliðar og 3 upp. Skoðum næst B, og þá eru þær tölur neikvæðar, enda eru við, eins og ég sagði áðan, að færast til vinstri, 3 til vinstri frá upphafspunkti, og svo 1 niður. Þess vegna segjum við að þetta er -3 og -1. Og sama gildir hina punktana. C er þá 3 til hægri og jákvæð tala, svo 2 niður, neikvæð tala, og D neikvæð tala fyrst til vinstri, og svo jákvæð tala upp 2. -4 til hliðar og 2 upp. Nú, við skoðum nokkur hugtök sem tengjast gröfum, og þá er það í fyrsta lagi graf, sem er þá lína eða einhvers konar mynd sem við teiknum inn í hnitakerfi. Gildistafla er þetta fyrirbæri hér, sem er notað, og ég sýni ykkur eftir hvernig, til þess að teikna gröf, og svo er það jafnan sjálf. Og allt þetta, graf, gildistafla og jafna, getur verið notað til að tákna saman hlutin, en bara á mismunandi hátt. Snúum okkur aðeins þá hvernig við teiknum upp svona graf. Þið getur fengið dæmi sem lítur út eins og þetta hér. Teikni graf fyrir jöfnuna y er jafnt á 2x mínus 3. Og þá ætlum við að nota gildistöflu, og hún virkar þannig að við búum til 3 dálka. Einn dálkurinn inniheldur það sem kallast x, eða gildi fyrir x. Miðjudálkurinn er að hafa hann aðeins breiðari til þess að geta unnið í hann. Þar skráum við jöfnuna, og aftast er y sem við ætlum að reikna. Þessu tölur hérna 0, 2 og 4, og það eru tölur sem að þið, þegar þið ætla að teikna grafið, þið megið velja þessu tölur. Ég mætti þess að velja hérna 1, 2 og 3 í staðinn. Það myndi gefa mér sömu myndina eða sama grafið. Ég mætti velja einhverja háartölur, kannski 10, 20 og 30, en gallið með að velja háartölur er að þá fæ ég stóra mynd eða stórt graf sem ég þyrfti að teikna.
Þannig að yfirleitt reyna menn að nota tölurnar eins og 0, 2 og 4 eða 1, 2 og 3, eitthvað slíkt. En hvað gerum við þessu tölur? Það sem við gerum er að við setjum þessu tölur sem við veljum fyrir x, 0, 2 og 4, við setja þær inn í jöfnuna hérna og reikna gildið, við erum búin að fjalla um það, hvert væri gildið ef x er jafnt á 0, eða hvert væri gildið ef x er jafnt á 2, eða ef x er jafnt á 4. Þannig gerum það, skiptum út x-inu fyrir 0 og reiknum, 2 sinnum 0 eru 0, og það mínus 3 er bara mínus 3. Þannig að þetta segir okkur að ef x er 0, þá er upslón mínus 3. Og svona gerum við eins fyrir 2, reiknum það með því að setja inn í staðinn fyrir x, og eins fyrir 4. Og það sem gerist er að við fáum þá nokkur hnit. Við erum sérst með hnitin 0,-3, x er 0, upslón mínus 3. Við erum líka með hniti 2,1, þegar x er 2 þá fæ ég 1 í upslón. Og svo loks hniti 4,5. Og það sem við erum búin að kynnast í hvernig við merkjum inn svona hnit, þá getum við merkt inn þessi 3 hnit í hnitakerfi. Og það er búið að gera hér. Og grafið er síðan þá lína sem liggur í gegnum þessa punkta. Þá er bara að taka upp reglustiku og draga línuna þarna í gegn. Og passið ykkur á því að þegar þið að draga línu í gegnum svona 3 punkta, þá látið línuna ná yfir alla myndina. Ekki bara teikna línu hérna á milli punktana og stoppa þar. Teiknið hana þannig að, eins og hún kemur fram hérna, teiknið línu sem nær yfir svo til alla myndina. Og þá erum við komin með graf fyrir þessu jöfnu. Þannig að jöfnan sem við byrjuðum með var upslón er jafnt á 2x mínus 3 og nú erum við búin að teikna graf fyrir hana. Svo jöfna lítur út sem svona bein lína. En eitt í lokin ætlum við að taka dæmi þar sem við að para saman jöfnu og gildistöflu. Hérna erum við með sem sagt eina gildistöflu og við erum að finna hver þessari jafna, hvort það er efsta jafnan, svo í miðjunni eða neðsta jafnan, hver þessari jafna passar við gildistöfluna. Og það sem við getum gert hér er að skoða í gildistöflunni stendur að ef x er jafnt á 1, þá á upslón að vera 6. Og við prófum bara að setja þetta inn í þessari jöfnur og athugum. Ef ég set 1 hérna inn í jöfnuna og reikna, 3 sinnum 1, það eru 3, mínus 4, er ég þá að fá út 6? Nei, ég er ekki að fá út 6, ég er að fá út mínus 1. Þannig að þessi jafna er greinilega ekki að passa við gildistöfluna. Hvað með næstu jöfnu? Ef ég prófa að setja 1 þar inn í staðinn fyrir x og reikna, 5 sinnum 1, það eru 5, pluss 1 í viðbót, þá fæ ég 6. Þannig áður en ég kannski slæði því föstu að þetta sé jafnan sem passar við gildistöfluna, þá er rétt að athuga hvort að hún gildi ekki örugglega fyrir hinar tölurnar líka. Það er að segja ef x er 2, þá á upslón að vera 11. Ég ætla að athuga hvort það gerist ef ég reikna í þessari jöfnu. Þannig að nú ætla ég að setja 2 inn í staðinn fyrir x og reikna. 5 sinnum 2, það eru 10, pluss 1, þá er ég að fá þetta 11. Þannig að nú er ég orðið nokkuð öruggur að þetta sé jafnan sem passar við gildistöfluna. Og til þess að vera alveg öruggur, þá myndi ég prófa líka að setja 3 inn og þið getið dundað ykkur við það, en mér sýnist þetta passa og ætla þess vegna að segja að jafnan sem passar við gildistöfluna er þessi hérna í miðjunni. En þá erum við búin að fara yfir það sem að kemur fyrir í þessum kafla og nú getið þið leikið ykkur að honum. Takk.